Já, ég hræddur það. Bingjan komin yfir ykkur. Já, í fyrsta skipti í þessari viku. Fyrsta skipti í þessari viku. Ekki að síðasta. Og 50. og annað skipti. 50. og annað skipti, Yngvi. Á þessu ári? Já, það vil svo til. Nei, ekki á þessu ári, hvað meinarðu? Það verður skrítið. Þú ert að tala bara um ársreiningaþáttinn. Þetta er bara ársreiningaþátturinn, já. Þetta er okkar 50. og annar ársreiningaþáttur. Ég var nú með einhvern fyrst til á LinkedIn, þar sem ég sagði 70 eitthvað, þú leiðir eftir það. Já, þeir voru 85 á árinu 2022. Já, þess vegna skildi ég ekki þess að 50 tölu. Nei, en þetta er í rauninni okkar 50. og annar ársreiningaþáttur. Sorry, ég er aðeins eiga við stillingarnar í okkur, við erum eitthvað, maður sjá. Já, ég fekk Erum við ekki bara góðir hérna? Jú, flott statistik á Buzzsprout. Hvað var þetta aftur? Ég held þetta séu, getur verið að þetta séu orðnir 7... Hvað segirðu? Ég er bara að fá heilablóðfall. Nei, já, sko, reyna að muna við tókum upp 85 þætti árið 2022. Já. Já, nú man ég. Þetta voru 73 klukkustundir af efni. Já, einmitt. Rétt undir klukkutími hver þátt. Þegar föstudagskaffi er nú iðulega aðeins styttra. Já, einmitt. Það er helviti gott. Já, það má í raun segja að ársreiningaþátturinn eigi svona eins á samali núna í dag. Þá að það sé kannski ekki alveg rétt. Og þegar við gefum út 2 þætti alveg í byrjun. Já. Þannig að við eigum þarna afmæli alveg í byrjun febrúar. Já. En við tekum bara forskot og sæluna og núna, í tilefni af því verðum við að vera með eitthvað partí. Já, byttu, leið mér að ég skildi ekki hennan afmælisþátt. Við eigum semst afmæli í byrjun febrúar. Já. En út þetta þáttur nummer 52. Þetta er bara 50. önnur vika, þú veist, þetta er 50. annað þáttur, skiljum. Já. Þetta er bara svona eins og við værum að gefa út þátt í hverju viku sem við erum að gera. Já, en við gáum samt út 2 þætti í byrjun. Já, við gáum út 2 þætti í byrjun. Það væri frábært, ég held væri hægt að tilengja þetta inn á mannatal. Það er í raun ár núna síðan að við tökum upp fyrsta þáttinn. Þú ert einn af þessum sem vilt byrja að telja lífaldur frá getnaði. Nei. Þannig að þegar þú fæðist, þá ertu 9 mánaða, sko. Þannig að þú átt 1 árs afmæli eftir 3 mánuði. Þú ert einn af þeim. Þetta fjall alveg sig sjálft hérna, en við getum þá litið á þetta sem einhvers konar bara partíþátt. Ég allavega undirbjóð mig, ég spáði ekki, þú sagði bara partíþáttur við afmæli. Og ég sagði, það er engin önnur leið til að undirbúa sig fyrir þennan þátt nema að fara bara á 5. djam. Ég hef ekki séð fjölskylduna síðan á miðvikudaginn, sko. Það er bara... En já, hvað sem því líður, þá erum við að taka partíbúðina. Já. Og þú veist, þetta er bara... Þú ert nú svona partíkall. Já, mér fannst þetta svo áhugaverður geri, sko. Þú veist, þetta er náttúrulega lítið hérna í Íslandi, en þetta er aðeins stærra erlendis. Þannig að mér fannst svona eðlilegt að kryfja þetta aðeins. Já, kíkja á þetta. Þetta er eins og ég segi, þú ert partíkall. Ertu ekki að safna punktum núna? Er það ekki að nýjasta? Veitu nú við, hvaða punktar? Safna punktum til að komast á samfés. Ertu ekki á leiðinni þangað? Mæti í félagsmiðstöðunum. Þú ert nú búin að vera að mæta á kvöldin, spila. Þetta er rugglaður. Jésús, herðu. Þú kallar þetta sleikfés. Herðu, þetta fer ekkert í lofti, sko. Nei. Djöfull ertu rugglaður. Það er þá þinn féluleikur. Nei, Gortar hérna á sér komið einhverja punkta þegar hún mætur á mánudum. Ég held að bara allir sem hafa hlustað á okkur yfir þetta ár vita að hér er grín og glens að ræða á hálfu yngva. Sjálfsögðu. Ég trú ekki eins og ég þurfa að vera að afsaka mig hérna. Nei, þú ert ekkert að leina samfés. Nei, en bara svona til að byrja þetta. Dominos, það er 30 dagur í dag, auðvitað. 30 dags tilboð, gamla góða. Pepperoni, kjúklingur og rjómaostur, það er nokkuð heitt, hef ég verið að heyra. Ég er með pælingu fyrir næstu þætti. Að við fáum hlustendur til að hjálpa okkur að velja hvaða pizza á við hvaða stöðu í fyrirtæki. Framkvæmdastjórinn. Þannig að meat and cheese væri þá bara kannski eins og manneskjóri eða eitthvað þannig. Já, meat and cheese. Ég myndi nú, markastjórinn, það væri Domino's Surprise. Er það? Já, þú vilt hafa smá surprise í markastjóra. Svo er hérna, hvað fleiri stöður? Fjármálastjórinn. Sweet and spicy. Já, er það ekki ekstra? Domino's Extra? Já, það ekki. Ég veit ekki. Það þarf þetta ekstra touch á fjármálinn til allt gangi upp, þannig að ég myndi segja það.
Já, nei. Ég náttúrulega mikill ekstra maður og fjármálastjóri í blóðum mínu. Ég held að allir fjármálastjórar séu Barbecue King. Já. Hey King. Allavega við þökkum Dominos mánaðamótin. Kærlega fyrir samstarfið nú, það sömuleiðis Isnik og við vitum það einhver. Heyrðu, eitt hérna. Við vitum hvað? Nei, ég segi það ekki. Nú? Það bara, ekki áttina á því. Alltaf fram. Nei, við bara vildum minna fólk að sjálfsögða á mikilvægi þess, sko, ef að... með Isnikið? Já, með Isnikið, ef þú ert með, sko, íslenska business, að skrá alltaf .is í stað .com. Já, þú veist, þó það sé örlítið dýrara, gerðu þetta alltaf. Því að, sko, ef þú ert með business á Íslandi og hérna, þú veist, það bara Íslandinga treysta betur .is lénum. Ég held líka bara að muni byggjast upp svona domain authority að þú mynd bara treysta .is lénum betur, sko. Já, klálega. Og svo þetta náttúrulega líka spurning hérna upp á íslensku stafinn og annað með leitavélina. Þannig ef að fólk með .is lén að kaupa og með íslensku stöðum kaupa líka lén sem að með íslensku stöðunum kostar 2.000 aukalega. Já. Bara eitthvað penny, þannig að hérna upp á leitavél á bestun og annað. Við getum tekið eitt dæmi að þessu. Já. Að hérna núna á aðfangadag þá keypti einhver fiskari.is sem að nýjasta þvælan sem við fáum yfir okkur frá ríkisstjórninni. Það náttúrulega bara verið að replacea eitt kallmannsorð fyrir annað. Já, en viðkomandi gleymd að kaupa fúskari.is. Já, þannig að það ennþá inni. Já, það ennþá hægt að kaupa fúskari. Ætlum við að henda því í lénvikunar eða? Já, fúskari. Já. Og mun að kaupa með úi og ui. Já, nákvæmlega. En braskari þá vantilega farið. Heyrðu, það þetta. Nei, það er laust. Braskari.is, það er laust. Það fer að trenda núna eitthvað svona... Við þurfum að kaupa þetta. Arinöfn, braskari, já. Þá allan að hafið það, braskari.is, það er laust. Það er nú að vinna ímislegt markastarfið í kringu það. En eins og ég segi, takið alltaf .is í stæðan fyrir .com fyrir íslenska business í guðanabænum. Herðu, á ég ekki að byrja þetta? Þáttu dagsins. Mér langar að byrja á quiz. Já. Út af því að... Aldrei farið okkur vel að... Jó, þetta geti komið vel út. Þetta geti komið ágætlega út. Ok. Sérstaklega fyrir okkur tvo, kannski ekki fyrir aðra. Nei, ok. Að þarna... Hvað er þessi partybransi? Af hverju ferðu þarna? Hvað hugsa Ég fer þarna bara aðalega í... Þú veist, ef það er einu skipti sem ég fer er eitthvað svona... Einn spurning. Ef þú væri að fara á samfélags, í hvaða búning ferðu? Æ, Jesus Kristur. Sko, einu skipti sem ég fer... Sem þú ferð á samfélags. Nú ertu að byrja að sláma út af laginu. Já. Einu skipti sem ég fer er að það er eitthvað þemapartí eða eitthvað svona sem ég er að fara í. Við vantum til... Sjá, hérna í einhverju nornabúning. Alltaf gaman með skegg. Varstu komið með skegg síðast þegar þú fórst á samfélags? Hættu þessu maður. Já, ég er hættur, sorry. Ég fer og ég fór í kúrekapartí einu sinni. Já. Og þá fór ég og keypti mig kúrekahatt og þú veist, já, bara eitthvað í þannig tilfellum, sko. Já, það er bara mjög tilfallandi. Hvað hérna, ég fann bara Google Trends Report. 5 vinsælstu búningarnir. 2022. Ok. Hvað er með categories? Hvað, á Íslandi þá eða? Nei, Google Trends, bara worldwide. Ég veit það ekki, hvað, ég get sagt bara Darth Vader, byrjum þar. Nei, ok, þú veist, Númer 1, Nord. Witch. Ok. Númer 2, Spider-Man. Okay. Það er ótrúlega hvað það er kvikindi lifir. Já, 3 eða 4 eða 5 Scream, það hlýtur að vera að þinni. Nei, það er risaðalabúningar, Stranger Things og Fairy. Hvað er það aftur á íslensku? Fairy, er það ekki bara svona álfur? Eða svona... Nappadís einhver. Svona tannálfur? Já, en fyndið, á þessum top 5, ég man hérna fyrir Halloween síðast að skoðist nú með Auðun með einu enni í Halloween búð. Hann var drullu peppar að vera Fairy. Já. En það var uppselt, svona feribúningar. Okay. Þannig að hann hendi sér á Nord. Já. Hann var Nord á Halloween. Já. Ok. Herru, allavegna, ertu með eitthvað meira quiz? Eru ekki með hennan? God damn, that's good. Já, heyrðu, aftur í alvara lífsins. Hleypum við sér út í algjört rugl. Já, ég menn, þetta er ammali, við erum bara á smá jammi. Eigendur, María Sofía Gottfreðsdóttir og Jón Gunnar Bergs. Kennitalina er frá 1988. Já. Getur þú staðfestu við með að þetta hafa aldrei farið á hausinn? Sko, þau náttúrulega, þau hafa held ég ekki verið eigendur frá upphafi. Nú? Nei. Ok, það er gott research.
Það gott research. En ég mér finnst það stórmerkilegt með Maríu. Ef þú googlar þetta nafn, hún held ég ekki margar alnöfnur. Ef þetta svo rétta, þá hún læknir, útskrifuð úr Háskóla Íslands 1989 og hún eini sérfræðingurinn á Íslandi sem annast sérhæfðar skurðaðgerðir gegn alvarlegri gláku. Sko, hún líka fjölskyldumanneskja á 3 stráka, eiginmann og svo skýrðu þau hundin sinn eftir rækjuútgerð. Viltu giska á hvað útgerð? Nú, býttu, hvað, Dögun. Já. Hundurinn heitir Dögun. Dögunarækjurnar? Já. Það nú flotta rækjur. Bestu kalsjárækjurnar á Íslandi. Já. Sko, ég get ekki faktað það að þau hafi átt þetta frá, þú veist, ég bara er raun ekki viss, sko. Því að ég get líka ekki faktað að þau hafi skýrt hundin eftir rækjuútgerð. Ég þarf að henda því hérna í loftið. Engi sprettan. Já. Nei, hérna. Já. Já, og ég veit það líka að, þetta partibúðin var ekki stofnuð 1988. Nei, ok. En kennitalinu síðan þá? Já, það virðist vera. Já. Heyrðu, Jón Gunnar Bergs, voða lítið sem ég finn hann. Ég fletti gegn tímarit.is. Eiginlega eina sem maður finnur partibúðina eru bara auglýsingarnar í gegnum árin. Já. Sem hafa bara nokkuð solid. Þó fann ég að þau hafa líka aðkomu að pílustafnum Skor. Vissirðu það? Nei. Bullseye. Það er Bullseye. Bullseye segi ég. Bullseye. Og það er hérna nýleg frétt Jón Gunnar þegar hann var 60. Já. Þá afþakkaði hann blóm og vín og hvað þetta allt kemur, konfektkassar og jari og fekk fyrir eitthvað posa frá Rauðakrossinum og úkraínska fánan og gestir voru bara beðnir að koma með fjárframlög til Úkraínu sem fallega gert. Fallega gert þjónum. Safnaði þarna, 1,2 kísukúlum. Rúmlega. 1245.000. Og sko, já, einmitt. Þau eiga einmitt Bullseye þarna líka sem áhugavert því að það kom upp hjá okkur að taka það fyrir en það vill bara svo til að ársýningarna þeirra eru bara svo, eða þú veist, þetta eru bara þessi gömlu góðu hnappa ársýningar. Já. Það er erfitt að lesa í þá. Hvað var veltan? Gefa lélegt yfirlit, Hvað var veltan, mástu það? Það var held ég 240 tæpar. Vel gert. Þessi pílumannja, hún er skemmtileg, já, hún er eitt mesta vinn-vinn sem það er samt, já, sorry, ég ætla ekki að grípa fram í það er búið að vera bullandi tapp á þessu. Já, það er að byggja upp. Já, þetta er hugsjón. Ég nefnilega heyrði frá einum fagmann í faginu að sko, það er ekkert mikið eitthvað sem þetta djúsa yfir eða tala í þessu rekstri. Þetta er bara sérvöruverslun, stærsta sérvöruverslun landsins í partýstúsi. Já. En viðkomandi sagði sko að þau voru mjög ánægð fyrir þeirra hönd, velgengni Bullseye eða þú veist, svo nýting sem er í gangi þar. Því að það er búið að vera vesen á þessu húsnæði. Það hefur ekkert tekist að koma því í vinnu heil lengi sko. Svona einhverju viti, þannig að menn samklegast með það. Heyrðu, ef ekki aðeins að taka bara partíreksturinn fyrir? Já, ég held það. Það er kannski spurning, viljum við samtvinna það með yfirferðinu á ársreikningnum eða viltu ég er mjög snöggur í dag. Ég verð búinn á 4 mínútum. Ég fann nefnilega fyrirtæki á markaði. Við erum búin að tala um því í Halloween þætti. Spirit Halloween, pop-up verslun sem er hugges. Sem ég fannst bráðsniðut. Risastór. Bara opið hvað, 2 vikur á ári? Já, þau leigja rými 2 vikur á ári til þess að vera opin yfir Halloween. Sem er bara verslun. En þetta er vefverslun allan ásins kring. Þannig að, sko, það er annað fyrirtæki í Bandaríkjunum sem heitir Party City sem er á markaði. Og ég svolítið var að styðja mig við þeirra report, það geti verið að fara á hausinn, það er örugglega ekkert langt í það, niður 97% og trössins verð. Nei, mjög skuldsett, en sko það sem að segja þennan bransa eins og þau, að þau upplifu þennan heimsfaraldur eins og allir, nema þau gengur nokkuð erfiða tíma, því að eins og kannski mannst, það var bara að byrja að banna allar fjöldasamkomur, bara eins og við þekkjum. Það var náttúrulega bara sér frétt þetta fyrir utan partibúð. Já, ég ætlaði að koma að sko, það var svo fyndið að það var að byrja að banna, fyrst var þetta 250, svo 100, svo 75, svo 50, 10 og 15 og eitthvað. Bara svona super spreader event. Á sama tíma þá hafa mörg af þessum verslunum voru mjög sniðug að pivota strax yfir í hvað hentar minni eventum til að lýsa upp skammdegið á þessum stressuðu tímum, sko. Og þau fóru mikið yfir í skraut, borðbúnað, eitthvað svona sem að þú gast hvort þið keypt, sko. En náttúrulega fyndna það sem að ég held að allir kannist við þessa verslun partibúðina þessa fyrstu fréttir af hörðum takmörkunum, svo bara
300-400 manns í röð fyrir utan. Þetta var í kringum Halloween, eða ekki? Jú, gott ef ekki. Eitt hérna með partibúðina, langstærsta sérvöruverslun landsins í partistúsi. Hún var upphaflega á Grensásvegi en hefur núna árabil verið í Faxafinni. Það sem við könnumst við hana. Já, held að muni flestir til röðunum. Eitt áhugavert hérna heima sem að þau virðast vera að bæta sig að vefverslun hefur svolítið setið á hakanum. Það ennþá einhvern veginn normið að mæta. Það væri mjög gaman að heyra frá þeim niðurnjörfin á hvað vefverslun stór. Já, partur. En í Bandaríkjunum þetta bara að færast á netið að mestu leyti. Það kemur því miður ekki fram í ársreikningum sko. Nei, ég var með 5 stærstu kategóriin frá Party City, bara upp úr fjárfestakenningunni og ég held þetta nokkuð vel við hérna heima. Blöðrur eru stærsta kategórian, svo teipulverið eða borðskraut, búningar og grímur, decorations sem þá bara skreytingar, almennar skreytingar og svo aðri fylgihlutir. Framtíð partibúða, hún mun breytast lítið en það einn rosalegu sproti. Það Halloween. Það bara talað að Halloween bara vöxturinn sem framundan og bara eins og við tókum fyrir að þá sko, þú ert að selja miklu dýrari hluti. Eitt svona búningur kostar 7-10 skall eða eitthvað, ég veit það ekki. En það sem að mun gerast að fólk að fara í keppni við nágrannan sinn að hvor skreyti betur. Það að fara að kaupa það bara bullandi vöxtur einhverja beinagrind á 80, 90, 100 áskall. Og þetta bara svona heilt yfir bransan tali vera svona stærsti sprotin upp á vöxt sko. Og ég held að þau mega sko klárlega þakka því svona velgengni í seinni tíð sem við komum kannski inn á nánar eftir. Megi þakka því Halloween sko, bara upprisu þess hér á landi. Já, en ég ætlaði reyndar að hrósa þeim fyrir annað. Ég sjálfur, ef við tökum Halloween, kannski aðeins kom inn á áður að ég eiginlega bara Frank Bam. Ég bara redda með derhúfu, gerfugleru, fyrir skýrt og jakka og þykist vera Dani. Það þarf ekki að flækja þetta. Nei, en maður hefur nú samt endað inn í partibúðinni. Það kom ekki til greina að kaupa þetta neins staðar annars staðar. Veistu hvað það Nei, þú áttu eftir að gangi í gegnum þetta. Hvað með það? Kynjaveislur. Kaupa blöðrur í partibúðinni. Já, einmitt. Þú fer til ljósmóðurinnar í minni með 20 vikna skoðun, fyrir ekki 12 vikna, ég man ekki, ég á nú að vita hvenær maður veit kynið. En ég gerði það ekki seinna fellinu, ég vildi ekki vita. En þú veist, þetta 12 eða 20 vikna, þá fara að vita kynið, sennilegast 20 vikna, segjum það bara. Já, ég held að það sé nokkuð ljóst. Ég ætla að fullera það. Og hann farið í umslag, búin að panta blöðru í partibúðinni, eða láta vita, svo mætur með umslagið og þau skottast niður, fylla blöðruna bláu eða bleiku. Ein afkomu viðvörun, ég held að sé verið að cancela þessum eventum aftur. Já, það svona, ég hef nú tekið þetta fyrir í hitamáli, þegar ég var nú gestur í brennslunni. Já, akkurat. Hvort að kynjaveislur væru bara barn síns tíma, hvort þetta væri orðið bara rugl. Ég ósamlega því, sko. Já, þú vilt kynjaveislu. Já, þú veist, já, ég meina, af hverju ekki? Bara ekki fánalegt að gera upp á milli kynjana? Nei. Við erum ekki konur til að ræða það. Nei, ég er að grillja. Við ætlum ekki að fara að stíga inn á neitt sérstætt sprengjusvæði hérna. Nei, en sko, svona heilt yfir, bara þetta konsept geggjað. Já, algjörlega. Þú hugsa bara til partibúðuna þegar þú ert að hugsa gleði, gleðskap. Það fara að gera eitthvað skemmtilegt og brytta upp á það, partibúðin. Það kannski alltaf lægi að nefna að þau ekki einokun hér á landi. Þau til rekstur sem heitir Hókus Pókus. Þau ekki svona þau aðeins minni næstæst, en ég nokkuð vissum að Hókus Pókus sé eldra. Fannstu einhver heimildir? Nei, ég fór ekki. Það var bara ómögulegt að finna eitthvað sögu partibúðurinn því miður sko. Já, bara eins og ég segi, tímarit.is var bara eins og ruslarit.is, það var bara ekkert að finna þar. Heyrðu, ég bara tæmdur, take it away. Já, og það kannski réttast að minna á það því þú komst, ég held þú að ekki komið inn á það að hérna... Sorry, ég með smá samanburð síðan í lokin partibúðin versus Party City. Já, flott. Ég með retail locations, take per location. Og nú flott. Það stóra álagsprófið. Hvernig stendur partibúðin í samanburði við erlenda samkeppni? Sko, mér finnst rétt að koma inn á það. Þú talaður að Mari hafi verið hérna, sérfræðingur í augnlækningum á Landspítalanum áður en að áður en þið hófið rekstur hana, en hann var sko framkvæmdastjóri þróunarsviðs íslenskar erfðagreiningar. Alveg rétt, já. Þannig að þau voru bæði bara í mjög svona
hvað segir maður, hátt settum vinnum þannig sko Já. Áður en þau hóðu þennan rekstur þannig þetta var ég sagt athyglisvert sko hefði verið skemmtilegt að komast í aðeins meiri djúsum bara söguna bara hvað gekk þeim til þetta, fenguðu bara alveg nóg af Hvernig allir sé að skrifa uppsagnarbréf til Kára Stef? Já Þið sem segjast alltaf ofna partybúð Partybúð, selja blöður Hvernig rökst þér? Já, ég er bara partygall Já, það er áhugavert Herðu, við skulum þá bara aðeins byrja á nýjasta ársreikningnum 2021 og við ætlum að hafa við ætlum að hafa rekstrarreikningin í boði Payday Sorry, má ég segja þetta að lókum? Já Út af Party City Já Þetta er bara svo áhugavert Þeir eru með minna en 1 ár af cash runway Þú veist, þeir eru bara að verða short on cash Já Þeir seldu fyrir 2 miljardar bandaríkjadollara á 759 locations Já 2 miljardar Já Veistu hvað market cap er það? Nei 40 miljón dollara Hæ? Þetta er bara orðið penny stock What? Og það, þú veist Hvað, eru þeir í svona miklum taprekstri þá Já, eða? þeir eru bara að skít tapa pening sko. Hvernig, þú veist, þetta er samt bara retail skilur Skuldsett Bara Bed Bath & Beyond GameStop Var þetta bara ómikil gýrun eða? Já, ég reynda fór ekkert eitthvað að krifja efnahagsreikningin sko en það lítur út fyrir að bara vaxtagjöldin er að éta þau Já, einmitt Þú veist, þau eru með jákvæða EBITDA en ef þú fer að skoða afkomuna þá er bara net loss Þau eru allan athyglisvert Þannig að þau eru bara á gufunni, part í gufunni Já, áhugavert Já Herðu, rekstrarreikningurinn, hann er í boði Payday í dag Já og eins og við höfum nú margoft tekið fram áður að þetta er náttúrulega bara fiesta, það er bara partí hverjum einasta senda reikning Já, og það er eitt núna náttúrulega síðasta ári var að ljúka Já Núna eru margir í þeirri stöðu að vera að fá óþolandi tölvupósta frá bókurum Já Góðan daginn, getur þú sendt mér hreyfingalista fyrir árið 2022 Já Og það var einu sinni þannig í flestum þessu kerfum að þú þurftir að fara að sækja hreyfingalista segjum bara fyrir Arnar EHF vista það í tölvunniðinni íta á viðkomandi, gera reply Hæ, ég ætti gott ár, hérna er hreyfingalistin Það er bara hægt að senda þetta beint úr Payday Þú velur bara tímabilið, senda Þú þarft ekki að skrifa neitt persónulegan texta Þú bara sendir beint á bókara Ég veit að það eru margir að bölva núna byrja þessi bókara djöflar að byggja hreyfingalista En þetta er bara svo easy með Payday Bara sparið ykkur skrefin Ekki spurning, sparið ykkur skrefin með Payday Nú, rekstrarreikningur Þar byrjum við á tekjunum Og sko Það er að byrja á vaxtakjöldunum Nei, þegar ég hóf Þau eru nánast engin Þannig, það eru allan að hverfandi En sko, þegar ég hóf nú þessa yfirferð Þá átti ég ekki von á að sjá þessa tekjur Og þetta er náttúrulega bara ein verslun sem er staðsettanda í Skeifunni. Já, Faxafinn. Já, þú veist, Faxafinn, Skeifun whatever. Já. Alltaf það sama. 339 milljónir króna í veltu. Já. Og þetta er bara næstu í milljón á dag að meðaltali. Já, hugsa þér. Já, maður myndir náttúrulega ætla að þessi dagarnir eins og við segjum séu svona í kringum Halloween og öskudaginn og eitthvað svona. Það væri áhugavert að vita það sko hversu mikið af tekjunum er að koma þarna til dæmis í kringum Halloween sko. Því að það er náttúrulega svona tiltölulega ný tilkomið hérna á Íslandi að fara að hlaða krakkarnir upp í búning á Halloween sko. Já, þú veist, þetta er bara að fara að springa út. Þessi aukning sem er búin að vera eiga sér stað dálítið síðustu ár, hún hlýtur að vera svona. Þetta er bara að fara að springa út. Annað, það er alveg hægt að koma með honorable mention að eftir síðasta þátt, þá fengum við bara strax skúp að það er komin verslun sem heitir Hryllingsbúðin, sem er þarna Spirit Halloween mótilið, bara vefverslun, Halloween, betra verð. Og mögulega munu þeir vera með pop-up bara í kringum Halloween. Já, það verður spennandi að fylgjast með því. En ég er einmitt sammála með þessar rekstratekjur því að þeir að fara úr 210 upp í 339. Já, en það er sko eins og ég COVID, bla 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 bla. Já, COVID, við erum svona næstu konum með bann á það að segja COVID sko. Já. En sko tekjurnar eins og ég segi hafa nú ekki alltaf verið svona öflugar en þau eru með þetta auka tekjur 61,1% hérna milli 2020 og 2021. COVID árið 2020 var náttúrulega, þú veist, slaft og eins og við þekkjum það var bara takmarkanir og allt sem að komið þeim held ég ekki sérstaklega vel en enga síður þá er vöxturinn á milli 2019 og 2021 31% sko. Já. Þau eru að gera anskoti vel hérna á þessu rekstrarári 2021. Við skulum kíkja aðeins á tekjur per starfsmann. Nei, það ætlum við ekki að gera. Við getum ekki séð það. Nei, það er vandamál. Þetta er náttúrulega graf alvarlegt mál sko. Þau gefa ekki upp ársverk í ársreikningum. Já, það er. Þetta er alveg hryllilega þreytt og ég vil bara
ég vil veita þeim aðhald hérna. Að fara að breyta ársendingaform. Það mun koma, við munum súpa segið að því líka hérna setna í þættinum. Akkurat. Herðu, þá skulum við bara kíkja á koksið, kostnaðarverð seldra vara, sjá hvað þau eru að leggja ofan á þetta. Nú, kostnaðarverð seldra vara eru rúmar 128 milljónir. Það gerir, Yngvi, 165% álagningu. Já. Og mér sýnist venjan hafa verið svona í kringum 160% seinustu ár, nema 2020 þá erum við allt í einu komin upp í 237% álagningu. Sko, ég er með mögulega kenningu þar. Það var minna selt kannski af partívörum. Fattarðu, þú veist, bara svona fyrir partíða kannski meira af búningum eða eitthvað svoleiðis. Því að það voru náttúrulega búningar í skólum og öðru. Það er kannski hærri álagning á þær vörur, sko. Já. Mögulega, þetta er bara kenning. Maður er bara svona velta steinum þetta. Já, maður hefur samt oft velt þessu fyrir sér. Er þetta ekki bara allt frá Kína? Alibaba, Witch Costume? Ég ætla nú ekki, sko, við ætlum ekki að fakta það. Nei. En þú veist, það kemur ekkert óvart ef þessi búningar væru hræódýrir, en þeir eru seldi mjög dýrt, sko. Þú ert ekki með Mario og Jósef með hönnunarstofu Akranesar að sauma þetta, sko. Nei. Ég held að það sé staðan. Einmitt, sko. En, ég, sko, 165% núna 2001 álagning, ég hefði samt einhvern veginn búist við hærra. Já. Þú veist, með að við að þetta ætti að vera tiltölulega ódýra vörur í innkaupum, en þau eru greinilega bara að selja þetta ódýrt. Það, þú veist, ég skal ekki segja. Viltu vita álagningunni hjá Party City? Já, hún er hærri. 55%. Nú? Já, Þau eru bara drull á sig. Já, þau verða að gera betur þar. Ég er með þetta hérna, þau skulda meira heldur en efnahagsreikningurinn segir til sko, þannig að þau eru bara á leiðin out of business. Sjort. Bara opna 6 áreikning í dag og bara fara að sjorta á þetta. Ég hefði viljað vita þessu fyrir 5 mánuð, þetta er niður 97% sko. Já, einmitt. En herðu, já, en þú veist, með þessa álagningu, þetta er náttúrulega auðvitað mismunandi vörur, þetta er ekki bara konfetti og eitthvað, þetta eru þarna, þú veist, bara þessi borðskraut og allt sem þú nefnir. Já, ég tók listan á hann. Já, þannig að en allan álagning 165%, mér finnst það bara gott og vel. Nú, launin 77,2 milljónir króna, það er rauninni launakostnaðurinn, sem er rétt 23% af tekjum félagsins. Og eins og ég sagði á hann, ég sé ekki ársverkin hjá þeim, þannig að það er ómögulegt að áætla hver meðaltalslaunin eru þarna per starfsmann. En svo er eitt staðal sem ég langaði dálítið að fleygja hérna fram. Koks+ laun sem að við höfum, þú veist, það er nú eitthvað síðan að við skoðum það. Já. Þau eru að ná að halda kostnaðarverði og launagjöldunum samtals í kringum 60% af tekjum, sem er náttúrulega afbragðsgott. Það er held ég bara þokkalega gott, sko. Og svo er dálítið af öðru rekstrarkostnaði, einhverja rúmar 35 milljónir, en það er að skila okkur í 98,4 milljón króna EBITDA á partybúð á Íslandi. Já. Þetta er svakalegt, sko, þú veist, þetta er næstum 100 milljónir, þeim klæjar öll í puttana að ná 100 milljóna markmiðinu, sko. En þetta er framleið upp á 29%, sem eru örlítið undir meðaltali síðustu ára, það er í kringum 30%. En einhver síður stórbrotin árangur og þú veist, eins og ég segi, höfum við eitthvað meira það að segja, tæplega 100 milljón króna EBITDA á partybúð á Íslandi. Ég held sér bara sturlað. Já. Eða þú veist, EBITDA hlutfalli á Party City var 12% sama tíma. Það er greinlegt að þau eru búin að ná helviti góðum tökum á þessu og þú veist, þetta eru einhverja 77 milljónir króna í launakostnað. Ég er ekkit viss þú veist, ég hef nú farið þarna. Ég held að þetta sé bara 2 max á vakt, sko. Bara á venjulegum degi, svo kannski á Halloween er þetta kannski 4-5 eða eitthvað þannig, sko. Álagspunkta. Þannig að þau eru að gera helviti vel, sko. Herðu, eins og ég segi 98,4 milljón króna EBITDA, svo eru örlitlar afskriftir og vaxtagjöld sem að dragast frá á ógleymdum tekjuskattinu síðan. Já, það er ekkert real estate í þessu, eða? Nei, við komumst betur förum í það betur á eftir. Já, ok. En þá stendur eftir í hreinan hagnað 84 milljónir króna. Og veistu, fyrir eina litla partybúð staðsett á Íslandi, þá er þetta bara galinn hagnaður. Ég sé eiginlega bara gap á markanum hérna, sko. Já. Þú veist.
Það er bara fyrst sem ég sé, sko. Já, Þetta eru þannig tölur, sko. Persónulega nenni ég ekki. Nei. En ef það er einhver að hugsa að fara í eitthvað brask. Já, í Guðanabænum byrjiði þarna. Þú veist, það er bara, það er í raun dauða færi. Já. En þú veist, já, það virðist vera, við séum partibúða óð. Og hagnaður upp 84. Mér sýnist að vera besti árangur þeirra bara, já, frá upphafi. Hagnaður hlutfall upp á 24,8%. Þú veist, þetta er bara sjálfbær peningaprentvél og eins og hún gerist best. Ef við förum aðeins aftur í tíman, segjum bara síðustu 4 ekstra ár, þá þau eru að hagnast innan 2017 47 milljónir, 2018 60, 2019 67 og svo núna 84. Þetta er bara bilun. Þetta er sjálfbær peningavél. Já, bara 100%. Það er langt síðan við höfum verið að sjá svona sjálfbæra peningavél, sko. Þau hljóta nú að vera að pumpa út einhverjum arði, ekki satt? Við skulum kíkja það. Jú, 75 keisukúlur hérna. Það tala það Auðun að kaupa svona 1-2 nornabúninga þarna á ári, sko, þannig að einhver hlýtur arðurinn að vera. Já, og þú veist, myndir að halda það sé eina sem sé að greiða sér út í arðið í þessari rekstrarsögu, eða? Byrju hvað, 75 kúlur? Já, heldur að sé það eina. Nei, það sjálfsög ekki. Eru þau ekki bara með dividend payout ratio? Já, sko, þau eru búin að greiða sér út arð upp á tæpar, 162 milljónir króna frá 2013. Já. Þú veist, í rauninni þá síðustu 9 rekstrarár. Það sjálfsög. Það væri athyglisvert að skoða bara dividend yieldið á þessu, sko, bara í gennum tíðina. Já, það fer mér ekki vel að reikna í beinni, þannig að bara nógu reksturinn, skulum kíkja á efnahaginn og það er, já, við höfum hann í búið Landsbankans í dag. Já. Og það eru að sjálfsögðu sem fyrr póstlistarnir, þeir eru þarna 4, ef þið farið á landsbankin.is/póstlistar, þá eru þetta 4 póstlistar, við höfum verið að tala svona sérstaklega fyrir 2. Þetta er vikubyrjunin á Hagsjáin. Já. En sömuleiðis er líka, en það má ekki gleyma umræðan, þetta fjármála einstaklinga og sömuleiðis veltubréfin. Þá er vikulegt fréttabréf frá eignastýringunni. Sem verið að fjalla ávöxtun og tölur og eignasamsendingu sjóðsins og bara fleiri góðu. Þannig að ef þið viljið vera með á tánum, þá sjálfsögðu mæli ég með að bara skrá sig á alla. Já. En vikubyrjunin er óttalega þægilegt apparat, sko. Já, það verður að viðkennast. Hagsjáin sömuleiðis. Ég er nú svo spenntur, það er allir að spá í verðbólgunni. Ég er að horfa á bílamarkað núna. Ég er obsessed. Tesla, sástu þetta? Já, þau hafa verið með það í Hagsjáni. Já, sko, það segja sumir í umferðinni, hver er þarna bruna, rafbíla una. Hún er að monitora rafbílamarkaðin. Og það eru svo margir brjálaði núna, varstu búin að sjá þetta? Nei. Jó, auðvitað, út af lækkunni. Tesla lækkar verðið á 9 bílum hjá sér. Allir búin að vera mókin Teslum núna. Já. Því að allir heldur þetta að vera að hækka. Buy the rumor, sell the news. Sell the news. Sko, ef við kíkjum hérna, þetta er nú reynda meira í föstudagskaffið, en þetta er bara svo magnað með hennan Model E, sem að ég veit að Una hefur auga á, að það er hægt að fá það núna að nota það á yfir 8 milljónir og þú getur pantaði 9 og 6,5. Já, sér það. Landsbankin er núna að fara að greina þetta. Hvað er að gerast? Það verður spennandi að sjá. Þetta verður. Við þökkum Landsbankunum kærlega fyrir. Það er landsbanki.is/póstlistar. Hver er þarna bruna? Rafbíla una. Þannig þá er það efnahagseiningurinn og við byrjum á eignum. Þar hefur nú ekkert breyst. Það er skiptast hérna í fasta fjármuni og veltufjármuni sem fyrr og byrjum að kíkja á fasta fjármunina. Ég vil að fyndið ef þau hefði breytt þessu og væri bara með veltufjármunir og partífjármunir. Já, það hefði verið helviti fyndið. Ég hefði bara legið. Ég hefði bara legið. Hvað fleira hefðu við getað gert til að breyta upp á? Þú mátt hugsa það á meðan ég renni hérna yfir þetta. Sko, fasta fjármunir eru nú ekki stór hluti af heildareignunum. Það er ekki nema 4,3 milljónir og það var allt keypt á þessu rekstrarári hérna 2021, áhald og tæki keypt fyrir tæpar 6 milljónir en afskrifað fyrir 1,7. Nokkuð aggressív afskrift, sko. Þetta er bara eins og rafhlaupahjól. Ég veit ekki með við afskriftina að dæma, þá er þetta einhver líkur að það hafi verið að bara kaupa torfærubíl, sko. Já, ekki afskrifið aðeins. Já, en þá væri það nú kannski ekki undir áhald og tæki, en bara, ég veit ekki hvað þetta geti verið. Blöðruvél eða eitthvað, nei. Þetta er eitthvað hug, eitthvað fyrir 6 milljónir. Nei, kannski hefur þetta bara verið eitthvað böndul af dóti. En eins og ég segi, þá eru þessi kaup þeirra einu fasta fjármunir, svo við skulum bara demba okkur yfir í veltufjármunni.
partífjármunni. Já, partífjármunni. Það er nefnilega liggja þau á gullnámi, sko. Partífjármunni nefnilega koma og fara í efnahagsreikning. Takk fyrir það. Herðu, sko, veltufjármunir, 309 milljónir króna og þau voru náttúrulega að dæla út arði á árinu, þannig að handbæra féð hjá þeim stendur í, ekki nema, 15 milljónum. Það flokkast sem sjóður og bankainistæður í reikningum. Nú, svo eru það hérna vörubyrðir fyrir tæpar 29 milljónir og lagerinn að rúlla nokkur hratt hjá þeim. Velturhraðin 5,3 sem gerir biðtíma upp á tæpar 69 daga. Já. Sem eiginlega aðeins meira en ég átti von á. Já. Þannig að ertu að segja mér að Birkir í Samskip, hann sé að rúllin einum gámteir á 5 mánaða fresti eða 5 sinnum ári. Já, í rauninni 5,3 sinnum ári. Já. Það er svona viðmið í þessu. Ég átti von á aðeins minni velturhraða en hérna það er bara eins og ég sé, hver eru við að dæmi það? Við þurfum eiginlega að fá Stefán Einar hérna aftur bara til að segja okkur til það. Já. En svo er hérna viðskiptakröfur upp á 26,5 milljón. Svo er það hérna þeirra lang stærsta stærð undir eignum og það eru aðrar skammtímakröfur. Já. Og þær eru búin að vera bara að vaksa jafnt og þétt á milli ára og standa nú í 239 milljónum. Og hér verð ég bara að viðurkenna að ég gapi. Það fyrsta sem ég dettur í hug bara þetta sé bara svona einhvers konar kaupmaður á horninu og bara með fólki í reikning. Ég veit eiginlega ekki alveg hvað þetta á að þýða. Já, meinar. Sömuleiðis standa engar skýringar þetta. Ég veit svo sem ekki hvað fyrirleik þau eru með þessar aðra skammtímakröfur eða bara skýringar yfir höfuð. Ég ætla að fá að lasta þau hérna, fyrir bara einstaklega lélega framsetningu á skýringum. Þetta nú illa gert að. Nei, þetta er bara allir þessi ársendingar aftur í tíman eru bara tómir af skýringum sem að gerir okkar vinnu þetta erfiðar. En hérna, en við skulum bara skunda þá yfir í skuldirnar. Heildareignir eru hérna einhverjar 314 milljónir og skuldirnar, það eru einungis til skamstíma hérna, það er yfirdrátt á lán upp á rúma 3 milljónir, það er svo sem bara eðlilegt að vera með smá auka heimild í fyrirtækjarekstri. Svo er það hérna ógreiddur kostnaður og gjöld 52,5 milljón sem held ég nú bara annað heiti við viðskiptaskuldir og svo lokum eru hérna reiknu opinber gjöld 12,2 miljónir, samtals eru skamtíma skuldirnar og í rauninni þá heildaskuldir samtals 68 milljónir króna. Þá fyrir við hlutföllin og við veitum auðvitað að þetta gífurlega magna af veltufjármunum sem ég nefndi áðan að fara að gefa okkur stórgott veltufjárhlutfall. Við erum að tala hlutfall upp á tæpa 4,6 sem nú sjálft séð. Já, það er alveg slatti. Já, prófnefnd viðurkenndra bókara náttúrulega vill sjá þetta hlutfall yfir ásnum og ég nú hræddur að partibúðin sé að gera gott betur en það. Sömuleiðis er lausafjárhlutfallið stórkostlegt. Þá tökum við náttúrulega byrðirnar út og fáum hlutfall upp á 4,1. Svo ef við förum yfir í skuldahlutfallið þá er það ekki nema 21,6% sem ég auðvitað fagna. Það er held ég óþarfi að fara að gíra sig eitthvað upp úr þessu. Já, hvað það er? 21%? 21,6% skuldahlutfall, þannig að eiginfjárhlutfall er þarna 78,4 væntanlega. Ég sé það að Binni er ekki velkominn. Nei, ekki. Já, þú veist, þetta er yfirdrátt að lána upp á 3 milljónir, annað er bara ógreitt. Þannig að það er ekki eins og þessi að gíra sig að einhverju viti, sko. Herðu, shit, ég er að fatta hvaðan þessar viðskiptakröfur koma. Nú? Þau eru náttúrulega að reka Bullseye. Ég sé hérna að skuldir við tengda aðila er að hækka rosalega milli ára. Herðu, þá er það komið á hreint. Þetta er lán til Bullseye sem þau eru að veita hérna. Já. Þess vegna safnast upp skammtímakröfur hjá þeim. I see, ok. Þú veist, aðra skammtímaskröfur er þá bara ekkert annað en lán til Bullseye og þú veist, Bullseye er í bullandi taprekstri, sko. Já, það er að funda það. Það virðist vera. Þetta er náttúrulega bara sama eignahald, þannig að þetta er bara, já. Hvar sér það að þetta eru tengdir aðilar? Jú, það er hérna skuldir við tengda aðila undir skammtímaskuldum hjá Bullseye. Já. Og Bullseye er Tales from Iceland EHF. Ég ger fastlega ráð fyrir að það sjáu allan rekstur pílstæðarins. Ég ætla að gefa þér fyrir þetta. Já. Observation. Já. God damn, that's good. Alla lagður saman 1 og 1. Þú fær 2 punta á samférs frá mér. Takk fyrir það. Þetta var svona samférs kóngurinn snýr aftur. Jesus. Þetta var svona live reaction. Já, skemmtilegt. En já, eins og sé. Við getum að sjálfsögðu ekki verið að fullyrða með þetta, en það er
Nei, við getum auðvitað ekki fullirt en ég gerir fastlega ráð fyrir því að þetta fyrirtæki sem er skráð á Bullseye bara samkvæmt já.is, það með skammtíma skuldi við tengda aðila upp á þarna, já, bara 240 tæpar sem bara mjög svipað og krafan á krafan við skiljum þig, haldt áfram aðra skamtíma kröfur, já, þetta er bara sama tala 239, ég held að við séum búin að leysa þessa ráðgótu ok, wow, þannig að getur ímyndaðir bara hvað að vera að móka miklu meira í eigin vasa ef að þessi peningur væri ekki bara að brenna inn í Bullseye. Náttúrulega Bullseye er búið að tapa 140 rúmum milljónum 2019-21. Já, þetta er hugsjón, ég meina þú gerir Já, algjörlega, þau eru náttúrulega búin að gera ógeðslega vel með Bullseye, bara búin að bylta náttúrulega þessum píluleik. Já, líka dálítið íslensku skemmtanlífi í COVID, þú veist, ég var náttúrulega bara alltaf í pílu í COVID, sko. Já. Það er skemmtilegt, en Bullseye átti ekki að byggjast upp á einum degi, við erum að sjá það í árum. Þau munum hlæja lokum, þótt að menn eins og þú mokir yfir þau skít og drullu. Já, nei, það er ekki að fara að gera það. En herru, aðeins bara örstuðt í EIF, það er eiginlega bara úrást af EIF, allur hlutin, 245,9 milljónir, takk fyrir. Restin eru þetta bara hlutafé og lögbundið varasjóður, 125.000 samtals. Og þú veist, eins og ég sé, ef þau hefðu ekki tekið sénsinn á Bullseye, þá náttúrulega gætu þau dælt miklu meir út. En þetta er bara hugsjónafólk reynilega og það tekur tíma að byggja upp farsælan rekstur. Það er að skapa verðmæti. En bara svona til samantettar ef ég á að taka fyrir bara rekstur partíbúðarinnar, bara frábær, stórkostlegur í raun og þau eru búin að finna þarna bara gap á markaði og bara nýta það til hins ídrasta held ég að sé hægt að segja sko. Já, og bara, já. Við getum svo sem sagt það líka. Þeim búið að ganga mjög vel, þeir eru með gott recognition, top of mind, top of mind, klárlega top of mind. En við getum þó sagt það, við erum alltaf með þegar þú fer í dýpind og pingjan, þá getur við valið hvaða rekstur við eigum að skoða. Já. Þetta er eiginlega búið að vera nummer 1. Já. Það er búið að spurja svo oft þetta, sem segir manni að það er ansi margir sem vita þessari velgengni, og velgengni kallar á manjur hér á landi, þannig að ég spáði að það sé ansi margir að fara hjól í þau, sko. Það virðist vera að koma tími til og byrð fólk bara að passa sig því að þó þau sé að velta 300 milljónum og það ger allir sína rekstra áætlanir upp að ná 100-200 á 1-2 árum en það munur svona 10-15 fara að stað sko. Við veitum bara eina hryllingsbúðin sem er byrjuð og virka bara drullu solid concept en hvað munum margir aðri fylgja svo máttu ekki sofa á því að Elko, Hagkaup, Krónan munu fara inn í þetta Halloween game. Já, 100%. Þannig að þetta er ekki það er samkeppni. Ég held að vera samkeppni í þessu. Já, þetta er bara flott greining sko. Competition á ensku. Það kallaði það competition. Já, við viljum samkeppni. Ekki spurning. Herðu, þessi samantekt hérna var í boði Keldunar. Já. Sem fyrr auðvitað miðstöð auðfólksins eins og við þekkjum það. Já, miðstöð fjármálapartísins. Já. Sem að fjármálamógúla. Já. Þegar allir slökktu ljósin á sem ömulega marka á síðasta ári þá hélt Keldan partínu gangandi Kitty og Lentz reynda mála markaðana græna þegar gátu það ég sko Icelandic Seafood er bara búið að vera þvílíkri siglingu allavega þegar við erum að taka þetta upp og það er bara ein regla í þessu lífi never bet against Bjarni Ármanns never ever góða punktur en Keldan.is það er að sjálfsögðu gamla góða áskriftarleiðin sem við höfum verið að predika og notum sjálfir gætum í raun ekki unnið okkar vinnu öðruvísi nei, svo er það kerti, kveikju á kerti lók næstu viku það verður þá bara í lók næstu viku já. Varstu búin að ákveða staðsendingu á þetta að vera bara á það er á endanum á Borgartúni já, þar bara hjá Ljósunum það sem allir eru fastir í umferð þar verður kveikt á einu kerti stórgott, við þökkum Keldunni okkar digga samstagsaðila að sjálfsögðu kærlega fyrir já, ég held að Lentz ætla að fara með ljóð hann er með frumsa með ljóð já, það, alltaf við dreymdi það, ég þarf kannski að ná því upp já, þú ert alltaf mjög berðdreyminn já, en já, bara samantekt bara bullandi að geggjaður rekstur en það sem ég tek aðalega út úr þessari yfirferð er bara það er
bullandi svigrúm til samkeppni þarna, sko. Já, en samt svo lítill markaður, sko. Já, ég bið fólk að fara varlega í þessar áherslanir. Ég að segja bara með litla yfirhalningu, ég vil netverslun eða eitthvað, þú veist, getur hagrætt þannig verðinu auðvitað og þetta ætti að geta gefið þér í aðra hönd ef þú ferð, þú veist, þokkalega, ég ætla ekki að segja all in í þetta, en þú veist, það gæti verið bara svona side hustle eins og við kallum það. Á ég að gefa einhverjum minna frítt start. Það eitt sem að enginn hefur gert, sem ég ætlaði sjálfur að gera fyrir mörgum árum, mjög fegin hafa ekki gert, en þetta er tilvalið fyrir einhvern braskara að fara að selja þjóðbúninga fyrir börn á 17. júní. Öll hinn Norðurlöndin eru nöttuð yfir að, hefur ekki séð normenn á þjóðatíðardaginn þeirra, eða Dani. Allir með, hvað er þetta, uppstúf og eitthvað. Þú getur framleitt þetta í Kína á svona 1000 kall og selt mér á mín börn. Á 1909. Já, 1909. Íslenska þjóðbúningin á einhverja krakka, ógeðslega krútlegt, allir að taka mynd. Þetta er kickstart, einhver sem ætlar að byrja að selja. 17. júní, þjóðbúningur. Ég skal vera fyrst í kúnni, svo ferðin í Halloween, svo tekur öskudaginn, partíin. Tekur divi bara. Heyrðu, ég á með eitt. Já. Þau eru að standa sig helvíti vel. Þau eru með eitt útibú. Faxafinninu, þú kallaði það skefinni. Tekjur pör útibú, þar að leiðandi eru bara 339 milljónir. Þú þekkir hennar reikning. Þú deilir fjölda útibúa með tekjum. Þú þekkir hennar reikning. Það er bara deilt með einum hérna. Er það ekki bara 339 líka? Já. Við getum reiknað það í beinni. Party City, 759 útibú. Og ég er að taka 2022. Það er komin allar upplýsingar fyrir 2022. 2,1 $miljard, eins og segir í tekjur. Það gerir 2,8 $miljón á útibú sinnum 145 gengi dagsins í dag 400 milljónir. Ok, þannig að þau eru að hafa betra. Þau eru að hafa betur þannig. Já, 414, ég var með 143, ekki 45. Það verður náttúrulega að taka það inn í reikningina, sko, kanin er náttúrulega Halloween óður. Þetta er afsprengi kapitalismans í Bandaríkjunum, auðvitað. Já. Halloween. En þú veist, svo er þetta líka bara, viltu hafa þetta meiri veldu en reksturinn í þeimun meiri skít eða viltu taka partibúðin á þetta, vera bara með eitt krútlegt útibú svo er það. Og þú ert að mala gull. Það er góða punktur. Ég er að spá, eigum við ekki að fá þarna Karen Roberts sem er að hjóla í Tesluna, múskaran. Eigum við ekki að kaupa nokkra optiona í Party City og reyna að fara fram í stjórn og vera með eitthvað læti að það. Sko, ég er að segja það, market capið á Party City í dag þetta er 4 sinnum minna en Vodafone. Við getum fengið heiðar með okkur í að kaupa Party City. Þetta getur verið mýmstokkur líka. Já, það eru svo miklir möguleika með Party City. Já, kaupa þetta bara og fara í markaðsherferð bara. Ég er að sjá það hérna að framkvæmdastjórinn er með $2,8 $miljón í compensation á ári. Já, það er eitthvað sem þarf að kötta á bara strax. Getum við ekki fengið pingjubandalagi með okkur í hjóli Party City eða? Jöfull, er það fyndið? Ef við myndum búa til sjóð og fara að fjárfesta í einhverju svona, bara einhverju. Já, bara meme stocks. Nei, við fyrir nú ekki að gera það. Þetta er að sjálfsögðu ekki fjármálaráðgjöf hér, frekar en en ef þið hafa áhuga á að koma með okkur í Party City, þá erum við til. Við erum alveg opnir. Tökum við mailum á pingjan@pingjan.is, sömulegis pingjan, dýpinú pingjan segi, Facebook-hópurinn okkar sem að þreytist ekki. Nei, hann sefur ekki, hann neitar að sofa. Hann neitar að sofa. En annars held ég að við séum bara nokkuð góðir í dag. Það var skemmtilegt að fara yfir þennan iðnað. Enn og aftur eru að benda á viðskiptatækifæri. Benda á það, ekki ráðgefandi. Jú, ég var alveg til að ráðgefandi. Ég hafði nokkuð gaman að þessari yfirferð. Ég verð bara að viðurkenna það. Þó að allir fólk séu komið leið að því að við séum að fara yfir svona minni fyrirtæki. Verðum við ekki að vera í? Ég veit það er náttúrulega kjarninn. Segðu það. Ég dreif 20 úr sem þætti. Að þú þykist ekki alltaf að fara á samfés. Þú kallar þetta sleikfés, rétt fyrir þátt. Að þú viljið telja lífaldur frá getnaði. Mér finnst það fáránlegt, sko. Þannig að ég er tæmdur. Þetta var svona nokkuð skonar afmælisþáttur. Þetta var svona semi-afmælisþáttur, við getum orðað þannig. Getur ekki spilað Happy Birthday í lokin? Jú, nei. Við gerum það í næsta þætti. Það er eiginlega svona alvöru afmælisþáttur. Já, þetta var afmælisþáttur, talin frá getnaði. Akkurat. Takk fyrir það. Við þurfum að halda um á hann líka. Þá þökkum við bara kærlega fyrir okkur í dag. Bye. Kærlega stendur verið sæl. Bye.